Komiði sæl, ég heiti Ingvar Sigurðsson og býbóndi á Suðurlandi. Mér hefur lengi langað til að búa til myndband yfirvetrum býflugna á köldum svæðum. Það sem vefst fyrir mörgum býbændum hvernig best að meðhöndla raka og hita yfir veturinn. Ég hef tekið saman nokkra punkta yfirveturinn og ætla að fjalla aðeins það. Raki í býflugnabúum hefur verið viðvarandi vandamál á Íslandi frá því að eldi hófst hér. Eina lausnin sem fólk hefur haft að loftræsta búin með því að vera með öndun upp úr þakinu og opin netbotn. Þessi aðferð hefur aldrei virkað verr. Vetrardauði hér hefur verið allt of mikill þrátt fyrir að hér sé lítið býflugnasjúkdóma. Mér langar til að byrja á að minnast á Etienne Tardif sem kanadískur verkfræðingur og býbóndi. Hann hefur rannsakað hita og rakabúskap í býflugnabúum að vetrarlagi og orðinn vel þekktur fyrir sína rannsóknir. Etienne býr á Yukon-svæðinu í Kanada á 60. breiddargráðu og hefur haldið býflugur seinustu 12 árin. Þar sem hann býr í efri byggðum algengt að frost fari niður í -40°C á veturna og í apríl hefur frostjafnvel farið niður í -30°C. Þrátt fyrir þannig mikla kulda vetrardauði í búum hjá honum mjög lítill og stundum enginn. Hann fylgist með hita og raka í búum sínum og skráir árangurinn á myndrænan hátt til að skilja árlega hringrás býflugnanna, kortleggur blómgun plantna á sínu svæði ásamt upplýsingum framboð á blómasafa og frjókorni. Hann elskar allt sem tengist býflugum og staðbundnum skordýrum sem frjóka plöntur og hann leitar stöðugt við að þróa aðferðir við norðlægt býflugnaeldi. Rannsóknir hans hafa gjörbyggt því hvernig fólk tekst á við býflugnaeldi við erfiðar aðstæður á norðlægum slóðum. Með því að einangra á sérstakan hátt hefur hann skapað býflugunum aðstæður til að takast á við mikinn kulda á vindasömu svæði. Hann að fjölga býflugunum á sumrin og hefur ekki keypt býflugur í nokkur ár. Ég hef verið í sambandi við Etienne og fengið leyfi til að nota frá honum myndir og annað efni sem getur komið sér vel fyrir býflugnaræktun á Íslandi. Honum þótti vænt að ég bað leyfi til að nota fróðleik frá honum þegar ég skrifaði bókina mína Ræktum býflugur. Býflugnaræktun á Íslandi vekur allstaðar forvitni þegar maður segir frá því erlendis eða hefur samband við býbændur úr öðrum heimsálfum. Til að átta sig á hvaða aðstæður hunangsbýflugur þurfa til að lifa að vetur á norðlægum slóðum gott að skoða hvernig þær hafa lært að velja sér bústaði í náttúrunni. Þegar við höfum gert það, getum við fundið út hvernig best að útbúa manngerðar býkúpur svo að býflugurnar eigi möguleika á að lifa af við erfiðustu skilyrði. Býflugurnar geta stýrt hita í búinu ef að bústaðurinn hefur nógu þykka útveggi á allar hliðar, hvort sem það í trjáholi eða manngerðri býkúpu. Það mikilvægt að skilja að býflugnabúið stýrir hitastigi sínu mjög nákvæmlega allt árið kring, ekki einungis yfir vetrartíman. Hitastýringin stöðug allt árið, en yfir veturinn leyfa býflugurnar hitanum að lækka niður í það bil 20 gráður í kjarnaþyrpingarinnar, en ytri hluti hans, svokallaður hjúpur eða möttull, yfirleitt á bilinu 10 til 13 gráður. Umhverfishitin í býkúpunni lægri. Þetta línurit sýnir getu býflugnabúa til að stjórna hitastigi sínu. Svarta línan táknar hitastig tómrar býkúpu, það kassa sem stendur úti við hlið annara búa í þessari rannsókn. Hitastigið inni fylgir útihitastiginu. Rauða línan táknar búin sem dóu. Þau voru illa einangruð og býflugurnar dóu í febrúar. Smám saman hækkar hitastigið að sjálfsögðu þegar hitnar í veðri, alveg eins og í tóma búinu, svarta línan. Græna línan sýnir búin sem lifðu af. Hiti lækkar hægt og rólega þegar vetrarbýflugurnar komast á legg og fita sig fyrir veturinn. Miðjan febrúar byrjuðu drottningarnar að verpa og þá jókst hitinn skyndilega. Þegar varp byrjar aftur má sjá að græna línan rýkur strax upp á ný. Varpsvæði stækkar, nýjar býflugur koma í heiminn og undirbúningur fyrir vorið hefst. Þetta leiðir til skyndilegar hækkunar á hitastigi í býkúpunni. Rauða línan sýnir hins vegar búin sem lifðu ekki af. Hitastig þeirra lækkaði smám saman þar til allar býflugur dóu og á þeim tímapunkti samsvarar hitastigið nákvæmlega hitastigi tómrar býkúpu. Þetta sýnir með skýrum hætti hversu vel býflugur geta stjórnað innra hitastigi búsins. Þegar veturinn gekk í garð
og grænu búin hættu að ala upp ungviði þurfti ekki lengur að viðhalda jafn háum hita og hitastigið lækkaði niður í 15 gráður á Celsius. En hvernig fara býflugurnar að því að hækka hita? Hitastig býflugna í þyrpingu er stjórnað á 3 mismunandi vegu. Fyrst með leiðinni vegna þess að þær snertast, síðan með innrauðum geislunarhita frá býflugunum og loks með varma frá loftflæði. Þegar býflugur safnast saman og skjálfa, nær hitinn sem þær mynda inn í þyrpinguna. Þar myndi hitastigið halda áfram að hækka og gæti orðið of hátt en yngri býflugurnar í miðjunni auka bil sín á milli og leyfa umframhitanum að flæða aftur til ytri laga þyrpingarinnar. Þannig er hitinn sem myndast í ytri lögunum jafnaður og dreift býflugna þyrpinguna. Að lokum dreifist hitinn frá yfirborði þyrpingarinnar inn í rýmið í býkúpunni. Varmadreifing gegnir mikilvægu hlutverki við að skilja hvernig stærð þyrpingar hefur áhrif fyrir varmatap og vetrarlifun. Því stærri sem þyrpingin er, því minna yfirborðsflatarmál er miðað við heildarmassa þyrpingarinnar. Til að skilja þetta betur skaltu sjá fyrir þér aðeins eina býflugu. Þá er 100% af flatarmáli og massa hennar bundið við eina býflugu. Loftflæði í kringum býfluguna mun kæla allan massa hennar. Ef við bætum við annarri býflugu, tvöfaldast massin en yfirborðið eykst ekki jafn mikið vegna þess að býflugurnar snertast. Þegar við höldum áfram að bæta við býflugum verður yfirborðsflatarmálið minna og minna miðað við massan. Yfirborðsflatarmáli skiptir miklu máli vegna þess að það er þar sem hitinn dreifist og ef það yfirborð er minna miðað við massa þyrpingarinnar getur þyrpingin haldið meiri hita og verið heitari. Það er ástæðan fyrir því að hundar og kettir hringa sig saman í kulda þegar þeir sofa. Þeir eru að vernda kjarnahitastigið með því að minnka yfirborðsflatarmálið sem verður fyrir kælingu. Að viðhalda kjarnhita er lykillinn að vetrarlifun og þar getur einangrun skipt sköpum. Býflugurnar safnast saman í þyrpingu og framleiða rúmlega 20 gráðu hita í miðju en ytri möttullinn er 10 til 15 gráður. Ef það verður mjög kalt geta þær þétt þyrpinguna til að draga úr hitatapi. Ef það verður of heitt geta þær þanist út til að leyfa hluta af hitanum að sleppa út og þá þurfa þær ekki að vinna eins mikið. Býflugan virkjar vöðva í brjóstholi sínu til að framleiða varma. Þetta er sambærilegt við það þegar manni hitnar við að hlaupa. Býflugurnar nýta sér þetta sama lífeðlisfræðilega ferli. Brjósthol býflugunar er þéttsetið af vöðvum, stórum og kröftugum vöðvum sem eru nauðsynlegir bæði til flugs og almennra hreyfingar. Í raun er brjóstholið alfarið helgað hreyfingu. Fæturnir tengjast því og vængirnir líka. Þar er því mjög mikil vöðvaþéttni, sú mesta í líkama býflugunar. Býflugan er þannig gerð að hún hefur 2 sett af vöðvum fyrir hvorn væng. Við skulum kalla það A og B. Ef að hún kreppir vöðva A, þá fer vængur upp og þegar hún kreppir vöðva B, þá fer vængur niður. Ef að hún kreppir bæði A og B, þá hreyfast vængirnir ekki en leið myndast hiti. Hér sjáum við býflugu og henni er kalt. Hún fer því að láta flugvöðva titra og mynda hita. Þetta krefst orku og hraðari efnaskipta. Hiti er ekki það eina sem myndast þegar þær framkvæma þessa vöðva samdrætti. Þær framleiða hita, vatn og kolsýru, CO2. Þið munið að þegar COVID skall á og við þurftum öll að vera með grímur og þær urðu blautar þegar við önduðum frá okkur. Þegar við öndum út, þá töpum við vatni. Við töpum ekki vatni þegar við öndum að okkur. Við töpum vatni þegar við öndum út. Og allar lifandi verur missa vatn þegar þær anda út, þar á meðal býflugur. Tölum aðeins vatn. Þegar býflugur éta hunang, þá verða til 0,68 grömm af vatn úr 1 grammi af hunangi. Þar hljómar ekki mikið en vetrarbú, allt eftir því hversu stórt það er, getur framleitt alltaf 3 til 5 grömm af vatni á klukkustund. Það hljómar heldur ekki mikið en það getur verið 1 lítri á mánuði, allt eftir stærð búsins. En hvers vegna sér maður þá ekki bara lítra af vatni streyma úr býflugnabúinu allan veturinn? Það er vegna þess að býflugur elska vatn. Hvað ætli sé mikilvægasta næringarefni fyrir býflugur? Það er ekki prótein, það er ekki sykur, það er vatn. Þannig er með öll dýr sem hafa verið rannsökuð á jörðinni.
þar á meðal mannfólk og býflugur, mikilvægasta næringarefnið er vatn. Allt sem við höfum rannsakað getur lifað lengur án matar en án vatns. Svo vatn er mikilvægasta næringarefnið. Og þennan lítra af vatni endurnýta þær vegna þess að þær þurfa á því að halda fyrir efnaskipti. Hvar ættu þær annars að fá það þegar það er frost og snjór úti? Ef að bíkúpan er ekki þéttað ofan, fer allur raki þar út með heitaloftinu og engin rakaþétting verður í búinu. Býflugurnar geta því drepist úr vatnsskorti miðjan vetur. En við skulum koma að einangrun og raka síðar í þessari samantekt. Thomas Seeley er prófessor í líffræði. Hann rannsakar fyrst og fremst greind býflugna með því að rannsaka hvernig býflugur taka sameiginlega ákvarðanir. Á 10. áratugnum var hann að rannsaka hvernig samskipti býflugna eru á vorin. Það fyrsta sem þær vilja þegar það er orðið nógu gott veður til að fljúga er vatn. Þegar hann skoðaði villt býflugnabú í náttúrunni komst hann að því að sum bú sem hann fann í trjám höfðu holað út botninn og húðað hann ríflega með própólis. Hann telur að þetta sé laug til að geyma í vatn því þær þurfa á því að halda. En þetta eru bara getgátur sem erfitt er að sanna. Við skulum tala kolsýru, CO2. Býflugur anda með líkamannum. Þær hafa 10 pör af öndunarópum þar sem súrefni sogast inn við vöðvahreyfingar og þegar þær anda frá sér þá losa þær sig við kolsýru. Býflugurnar geta lifað við allt að 8% kolsýrumettun í loftinu. Það hljómar kannski ekki mikið en 5% myndi vera banvænt fyrir okkur. Þær geta því lifað af mikið magn af kolsýru. Hátt hlutfall kolsýru í lofti hefur róandi áhrif á þær og rólegar býflugur éta minna. Það er rétt eins og með okkur að ef við erum í hvíld þá erum við ekki að erfiða. Ef við erum ekki að erfiða þá þurfum við ekki að borða mikið. Ef við tökum saman 3 atriði sem eru mikilvæg fyrir vetrarlifun býflugna þá er vatn mikilvægasta næringarefnið. Atriði númer 2 er kolsýra. Hún róar býflugurnar og það hægir á efnaskiptum. Hægari efnaskipti þýðir að þær éta minna. Þriðja atriðið er hiti í búinu er framleiddur af býflugunum sjálfum. Og tilgangurinn með þessum hita er augljós. Það er kalt úti og þær geta ekki lifað af þegar það er ofur kalt, svo þær verða að framleiða hita. Tvenns konar yfirvetrunar aðferðir eru notaðar. Hringstreymi, þar sem raki þéttist inn í bíkúpunni, og gegnumstreymi, þar sem loftaður upp úr búinu. Sú aðferð sem hefur nær eingöngu verið notuð hérlendis er gegnumstreymi. Þá er höfð rifa undir þaki sem orsakar endalaust loftflæði og kælingu í gegnum bíkúpuna. Og ekki bætir úr skák að hafður er opin netbotn neðst í bíkúpunni sem eykur enn meira á gegnumstreymið. Það myndast skorsteinsáhrif þegar heitt loft leitar upp og út undan þakinu og leið dregst kalt loft inn í gegnum netbotnin. Ef að rifan við þakið er 2 mm á hæð og lengdin er 180 cm, það er að segja 2 sinnum lengd hlíðarveggja og 2 sinnum lengd fram og aftur hlíðar, þá er samanlagt rými rifunar svo mikið að það er hægt að tróða hálfs líters áldós í gegnum gatið. Það sér það hver maður að bú sem hefur opið netbotn og svona stórt opið gat við þakið hefur varla helmingslíkur á að lifa veturinn af. Mikil hitaframleiðsla í kaldri bíkúpu getur haft nokkur skaðleg áhrif. Í fyrsta lagi er það öldrunarferli. Mikil orkueyðsla kallar á hraðari efnaskipti. Meira erfiði og hraðari efnaskipti minnkar lífsorku þeirra. Býflugurnar eldast hraðar. Svo er það yfirfullur meltingarvegur. Þegar kalt er í lengri tíma og býflugurnar þurfa að éta mikið, er hætta á að of mikill úrgangur safnast upp í þörmum. Það getur skapað mikið vandamál að því að býflugurnar þurfa að halda í sér allt upp í 6 mánuði. Í þriðja lagi er það svo raki. Melting hunangs framleiðir ekki aðeins kolsýru, heldur einnig vatnsgufu sem úrgangsefni. Og því meira sem býflugurnar þurfa að éta, því meiri vatnsgufu framleiða þær. En nú skulum ræða nokkur hugtök sem við þurfum að kunna. Fyrst skulum við tala um varmamassa og einangrunargildi. Varmamassi er einfaldlega hæfni hlutar til að fanga hita og skila honum síðar tilbaka. Einangrunargildi eða R-gildi þýðir einfaldlega viðnám og er notað hæfni efnis til að hægja á hitaleiðni. Þannig að einangrun virkar dempandi þegar það verða hitabreytingar.
Við munum nota þessi hugtök þegar við ræðum hið fullkomna holrými sem býflugur hafa byggt upp. Við getum skoða hvernig þær velja og laga holrýmið fullkomlega að þörfum sínum. Við skulum sjá fyrir okkur tré. Í því finna býflugurnar holrými og það er gat neðarlega sem liggur inn í rýmið. Býflugurnar vilja að holrýmið sé að meðaltali 40 lítrar á rúmmáli. Tæknilega séð er náttúrulegt býflugnabú það bil 40 lítrar á rúmmáli. Það er svipaplás og rúmast í djúpum langstróðkassa. Djúpur langstróðkassi er það bil 23 cm á hæð, en kassar sem við notum á Íslandi eru medium sem er 16,5 cm á hæð. Þegar býflugnasvermur helgar sér stað í 40 lítra trjáhóli, líður ekki á löngu þar til plássi verður oflítið og búið mun sverma. Það getur gerst eftir 1 ár. Gamla drottningin fer með helmingi hirða sinnar og ný drottning verður eftir í gamla búinu. Þannig verður sífelld endurnýjun á stofninum. Svo það reyna að finna tré með rými sem er 40 lítrar. Leitarflugur sem fara í könnunarflug munu mæla innamálið á því rými sem þær finna. Þær fljúga milli veggja og þær skríða allt. Þær eru bókstaflega að mæla innanmál holrýmisins. Svo fljúga þær tilbaka og segja hinum flugunum frá. Segjum sem svo að þær hafi sest að í þessu holrými. Þær kanna rýmið og ef þær finna nokkra sprungur sem loft getur leikið munu þær loka þeim með própólis. Það er vegna þess að býflugurnar vilja bara 1 flugop. Allt er þetta mikilvægt til að búa til fullkominn bústað til að lifa af veturinn. Við vitum að það þarf að vera svona stórt vegna þess að þær verða að geyma hunang til að lifa af veturinn. Í meðalstóru tré sem býflugurnar velja sér er veggþykktin umhverfis bústaðinn 4 til 6 tommur sem jafngildir 10 til 15 cm. Einangrunargildið miðast við að hver tomma gefur R1, sem sagt R1 fyrir hverja 2,5 cm. Einangrunargildi í trénu sem þær velja sér er því R4 til 6. Ef við skoðum trébíkúpu eins og er notuð á hlýrri svæðum, þá er efnisþykktin ekki nema 19 mm. R-gildi slíkrar bíkúpu er því ekki meira en 0,7. Einangrunargildi bíkúpa úr frauðplasti er oft R7. Það er 10 sinnum meira en í þunnri trébíkúpu. Þetta sýnir okkur að bíkúpa úr þunnum viði þarf að vera yfirvetruð innanhús á norðlægum slóðum eða að hafa góða einangrunarkápu. Fyrir ofan og neðan trjáhól er einangrunin miklu meiri því býflugunum líkar að búa í 5 til 12 metra hæð frá jörðu. Svo það er heitt tré fyrir neðan það með risastórt einangrunargildi og svo er heitt tré fyrir ofan það með enn meiri einangrun og það er mjög mikilvægt á veturna. Manngerðar bíkúpur ættu því að vera með vel einangrað þak og botn. Þá líkjum við eftir náttúrulegum aðstæðum. Trjáhól með býflugnabúi hefur enga öndun upp úr rýminu og það hefur engan opinn netbotn árið kring. Ef við skoðum uppröðun ramma í bíkúpu eða vaxkökur í trjáhóli, þá sjáum við að drottningin velur að verpa út frá miðju. Aukahunang er geymt nær útveggjum og skemmist ekki þótt að taki hitabreytingum. Hunangið hefur hitamassa sem þýðir að það getur dregið í sig hita og gefið hann svo tilbaka þegar lofthiti í búinu lækkar. Það getur hitnað á daginn þegar það er gott veður og geisla svo hitanum inn í búið þegar það er kaldara á nóttunni. Þegar býflugurnar framleiða hita þá leitar hann upp. En við botninn kemur kalt loft inn í gegnum innganginn og safnast neðst í rýminu, af því að kalt loft er þyngra en heitt loft. Heitt loft efst í búinu leitar til hliðana sem eru kaldar en toppurinn og því togar þyngdaraflið það niður. Þegar það hefur sigið niður og lendir í kalda svæðinu við botninn, þéttist það. Daggarmörkin eru þar sem heitt og kalt mætast og þar þéttist rakinn og verður að vatnsdrópum. Takið eftir því að það þéttist undir býflugna þyrpingunni. Við vitum nú þegar að hiti geislar út frá öllum hliðum. Í illa einangruðu rými tapast 25% af hitanum í gegnum hliðarnar. Mesta hitatapið er efst. 75% af hitanum tapast í gegnum þakið. Heitt loft er léttara en kalt loft, svo heitt loft fer upp og út. Því þakplata á langstróðbúi er ekki betur einangruð en hliðarnar. Svo nú höfum við vandamál. Munið þið að í náttúrulega trjáhólinu okkar bjuggu býflugurnar í hitahjúpi og sá hitahjúpur kom í veg fyrir uppsöfnun kaldslofts.
Sjáu hvað gerist. Það þýðir að þessi þyrping þarf að vinna mjög hart, miklu meira en bú í náttúrulegu trjáhóli þarf að vinna til að berjast gegn kuldanum. Því þær búa ekki í hitahjúpi, þær búa í köldu lofti. Ef við förum aftur í gegnum fræðin varðandi býflugnabú og vetrun, skulum við rifja upp með stuðningin okkur að mynda. Hiti, raki og kolsýra frá býflugunum leitar efst upp í rýmið. Þar er einangrunin mest og viðurinn heitur. Þess vegna verður engin rakaþétting þar. Á meðan er loft að kólna við veggina og dregur heitaloftið á eftir sér. Heitaloftið kólnar á útveggjunum. Kolsýra er helmingi þyngri en andrúmsloft og fellur því auðveldlega með kólnandi loftinu. Loftið þéttist smá saman og þegar komið er niður fyrir þyrpinguna, niður á daggarmörkum, fara vatnsdropar að myndast. Þeir renna svo niður veggi rýmisins og nýtast býflugunum þegar þær þurfa að drekka. Býflugur verða að komast í vatn yfir veturinn, annars getur búið drepist úr ofþornun. Þær nota líka vatn til að þynna hunnangið svo að þær eigi auðveldara með að ná því upp með tungunni. Býflugur bíta ekki í hunnangið. Þær lepja það upp í munnhólið til þess að koma því í meltingarveginn. Hér er manngerð býkúpa. Eins og sést á myndinni verður allt of mikið hitatap. Þetta er dæmigert fyrir hvernig Íslendingar hafa yfirvetrað býflugur. Mesta hitatap verður upp úr þaki og við loftöndun. Hitatap er í gegnum útveggi og stöðugt kalt innstreymi lofts er upp í gegnum netbotnin. Þegar öndun er undir þakinu og mikið er opið undir botninum verða til skorsteinsáhrif, þar sem heitt loft á leið út dregur kalt loft inn. Léleg einangrun í þaki orsakar rakaþéttingu og kalt vatn lekur ofan á býflugurnar. Köld og blaut býfluga er dauðans matur. Hér sjáum við allt annan frágang. Samskonar býkúpa með einangruðum botni og þrefaldri einangrun í þaki. Þarna er engin öndun upp úr búinu. Hiti verður jafnari og býflugunum líður mun betur. Engin rakaþétting verður við þak og hitatap upp úr býkúpunni er sára lítið. Sliðarnar eru kaldari en þakið og heitt og rakt loft dregst að kuldanum. Kólnandi loft leitar niður og þegar rakt loftið kólnar myndast vatnsdropar. Rakaþéttingin verður því fyrir neðan býflugurnar. Daggarmörkin eru þar sem heitt og kalt mætist. Vatnið sem myndast við rakaþéttingu nýtist býflugunum yfir veturinn. Til að losna við umfram vatn er ráðlegt að halla býkúpunni aðeins fram eða að hafa lítið gat í miðjum botni þar sem vatn getur lekið niður. Öll loftskipti verða í gegnum inngangin. Ef maður heldur handarbakinu við inngangin á köldum vetrardegi, getur maður fundið hita koma út úr búinu. Heitt og kalt loft geta streymt í gegnum sama gat. Ég hef tekið eftir að það er eins og heitt og kalt loft skiptist á að flæða inngangin. Það er eins og búið andi. Það kemur heitt út og svo flæðir kalt inn. Undanfarna vetur hef ég verið með ekstra mikla einangrun efst í búunum hjá mér og allt límt aftur. Einu loftskiptin eru því í gegnum inngangin. Í vel einangruðu búi líður býflugunum miklu betur. Þær þurfi ekki að fara í eins þétta þyrpingu. Mér langar til að minna aðeins á kassa sem fólk hefur ofan á búunum og fyllir af sæi og spæni eða striga og öðrum efnum sem draga í sig raka. Á ensku er þetta kallað quilt box. Fyrr á tímum hafði fólk ekki aðgang að glerull, steinull, einangrunarplasti eða álíka einangrunarefnum og við notum í dag. Býbændur komu fyrir ull og vefnaði, sem á ensku er kallað quilt, til að nota sem einangrun. Að vori sá fólk að efnin höfðu dregið í sig raka og með tímanum breyttust forsendur og farið var að nota rakadrægefni til að fanga rakan. Þegar efnin draga í sig raka, minnkar eiginleiki efnisins til einangrunar. Það má ekki gleymast að við þurfum að yfirvetra í 6 mánuði. Það á ekki að safna rakanum saman fyrir ofan býflugurnar. Það á að láta hann þéttast og leita niður á innanverðum hliðunum. Það er í lagi að nota viðarspæni og þurrt hey ef að það er sett í loftþéttan plastpoka. Þá dregur það ekki í sig raka. Og hér er smá samantekt. Í fyrsta lagi ekki að hafa loftun upp undir þaki. Í öðru lagi einangra þakið 3 sinnum meira en hliðarnar. Í þriðja lagi kaldar býflugur geta lifað yfir veturinn en ekki kaldar og rakar.
Ef að rétt staðið að einangrum bíkúpunar næst betri hitastjórnum, þá myndast minni raki vegna þess að efnaskipti verða hægari. Hægari efnaskipti eykur langlífi býflugnanna og hægari efnaskipti minnkar fóðurneyslu. Minni fóðurneysla minnkar rakamyndun. Í þessum texta hefur verið nokkuð endurtekningar og það með ráðum gert. Þannig lærum við. Yfirvetrun skiptir svo miklu máli. Það mjög leiðinlegt að missa bú. Það bæði fjárhagslegt tjón og tilfinningalegt vegna þess að þetta voru lifandi dýr sem við vorum búin að ala önn fyrir. Og nú, þegar ég hef farið yfir það helsta varðandi hita og rakastjórnun, vil ég benda bíbændum á að fylgjast með í Facebook-grúppu sem heitir Býflugur, ræktun og innflutningur. Það grúppan sem ég stjórna, en ekki grúppan hjá Býflugnaræktandafélagi Íslands. Ég flyt inn býflugur frá Álandseyjum. Það mjög mikilvægt að kaupandi geti sýnt fram á að hann hafi sótt námskeið, lesið sér til eða aflað sér þekkingar býflugnaræktun áður en hann pantar býflugur hjá mér. Samkvæmt lögum dýravelferð ber mér ekki skylda til að stunda neina rannsókn á því hvort viðkomandi hæfur eða ekki. En það ber öllum skylda til að tilkynna slæma meðferð á dýrum til mast. Verðandi bíbændur ættu að sækja námskeið hvar og hvenar sem þessir kostur. Það til fjöldi bóka á erlendum tungumálum. Inn á bifluga.is hægt að hlaða niður bókinni Ræktum býflugur. Þetta fyrsta og eina bókin býflugnaræktun sem skrifuð hefur verið sem kennsluefni á íslensku. Rafræna útgáfan frí, það kostar ekkert að hlaða henni niður. Hún í A4 sniði og hægt að prenta hana út. Netnámskeið í býflugnaræktun til á internetinu og ódýr. Svo Sæunn Viðdís með netnámskeið á íslensku sem hægt að taka hvena sem og á þeim hraða sem hver og einn kýs. Hún hefur allar upplýsingarnar aðgengilegar svo að hennar nemendur geta skoðað og hlustað hvena sem til að rifja upp. Svo ekki verra fyrir byrjendur að finna leiðbeinanda sem hefur náð góðum árangri í býflugnaræktun og getur kennt réttu handtökin. Verkleg kennsla mjög mikilvæg. Takk fyrir að horfa á þennan þátt. Ég vona að hann komi til með að gera gagn. Næsti þáttur verður næringu býflugna.